Þakka þér fyrir, Sigga, kraftaverkakona. Fyrsta hlutverk mitt á þessum fundi að gera tillögu fundarstjóra og ég legg til að það verði Hlynur Jóhannsson og Inga Dís Sigurðardóttir. Engin mótmæli við því, það afgerandi samþykkt og þá ætla ég að nota tækifærið og leggja líka til fundarritara og að það verði Gerður Jónsdóttir og Bjarney Guðbjörnsdóttir. Yfir til ykkar, fundarstjórar. Já, við þökkum traustið sem okkur sýnt. Virkilega gaman að fá að stýra þessum fundi hér fyrir fullum sal hérna í Hömrum. Óbúslega gaman að fá ykkur öll hérna hingað norður. Ég nú ekki frá því að þetta sé í fyrsta skipti sem eru 3 konur og 1 kall í fundarstjórn hjá Miðflokknum. Það nú skemmtileg nýbreytni. En við ætlum hérna bara rétt að fara í praktísk atriði. Áður en að okkar góði formaður kemur hérna upp með sína ræðu, þá eru klósettin hérna út og til vinstri og niður. Kaffi og með því hérna fyrir framan eins og flestir hafa væntanlega tekið eftir. Vonandi allir búin að slökkva á símum. Greinilega ekki. Við munum svo að gera smá hlé eftir ræðu formanns hér á eftir og rýma salinn þannig að því að það hafa náttúrulega bara ákveðnir aðilar rétt á fundarsetu hér en fleiri eru í salnum núna sem að mega sjálfsögðu hlusta á ræðu formanns. Og svo langar við líka að minna fólk á að ég veit allavega einn hérna inni sem heimsótti mig í morgun, góður þingmaður okkar, að skrá sig í matinn í kvöld. Það eru pottitt einhverjir sem eiga eftir að gera, ekki bara þú Karlgauti. Þannig að hérna drífi því, það verður mjög skemmtilegt hérna hjá okkur í kvöld, ég get lofa ykkur því. En þá vil ég bara bjóða fyrstan í pontu, okkar frábæra formann, Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Fundarstjórar, góðir fulltrúar, það einstaklega ánægjuleg tilfinning að koma saman núna. Það hefur gengið vel hjá okkur í skoðanakönnunum, þótt við eltum þær nú ekki, heldur reynum frekar að leiða þær. En það hefur líka tekist alveg ótrúlega vel til við að undirbúa sveitarstjórnarkosningar vítt og breitt landið. Það sem við verðum með miklu fleiri lista í framboði en nokkru sinni fyrr, lista skipaða afburða fólki. Og ég hlakka til að fá að taka þátt í þeirri baráttu sem framundan á því sviði með ykkur. Ég var búinn að skrifa ræðu, dálítið hún átti að vera það, á heimspekilegu nótunum þróun stjórnmálanna og hvernig tækifærin væru best nýtt, hvernig við gætum Miðflokksmenn útskýrt fyrir fólki, hvernig hægt sé að nýta tækifæri landsins betur en raunin hefur verið. Og einhvern tímann mun ég kannski flytja þessa ræðu. En í millitíðinni hefur eitt og annað gerst. Það var haldinn blaðamannafundur af hálfu ríkisstjórnarinnar fyrir viku síðan. Og tilkynnt það að nú ætti að fara af stað með plan Viðreisnar aðallega í þessu tilviki, að koma Íslandi inn í Evrópusambandið með góðu eða illu. Og við þessu verðum við að bregðast og gera það í tæka tíð. Því að umræðan hafin og atkvæðagreiðsla hugsanlega í ágúst. Hún í raun atkvæðagreiðsla framtíð Íslands, þótt reynt sé að stilla því upp með öðrum hætti. Ég sá á samfélagsmiðlum bara í morgun að þeir
Þeir miðlar samtaka sem að styðja Evrópusambandið af miklu kappi eru byrjaðir að dreifa því að könnun á Íslandi hafi sýnt að 52% Íslendinga vilji ganga í Evrópusambandið. Og þá fylgir sögunni að þarna sé aðeins og mjótt á munum og það þurfi að berjast. Það þurfi að hafa áhrif á þróun mála hér á Íslandi næstu mánuðina. En þótt fullyrði að 52% samkvæmt þessari Gallup-könnun vilji ganga í ESB, þá það ekki í samræmi við það sem ríkisstjórnin segir og heldur því fram með sínum hætti af sinni umbúðamennsku að þetta snúist ekkert það. Það megi alls ekki rugla þessu saman við aðild að Evrópusambandinu. Að þetta snúist það hvort við viljum halda viðræðum áfram. Ekkert annað, segja bæði forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann. Ekkert annað. Bara hvort við viljum halda áfram að tala við Evrópusambandið. Og auðvitað skilja menn þetta ekki þarna úti. Þar með talið í öllum þessum samtökum sem að voru reyndar fyrri til að segja Íslendingum hvað staði til heldur en ríkisstjórnin sjálf. Við sáum fyrst fréttir í erlendum fjölmiðlum af áformunum og svo fóru að birtast þessar færslur allar á síðum Evrópusamtaka víða lönd. Svo að því búnu kynnti ríkisstjórnin okkur hvað hún ætlaði sér. Og maður hlýtur þá að velta fyrir sér, eru þessi samtök öll ennþá betur inn í því sem að ríkisstjórnin íslenska raunveru að ætla sér heldur en íslenskur almenningur. Ég tel að svo sé. Enda liggur ljóst fyrir að bæði utanríkisráðherrann og forsætisráðherrann hafa ítrekað fundað í Brussel til að undirbúa þessa ákvörðun og við heyrum þá fyrst af því í erlendum miðlum sem að hafa upplýsingar frá heimildarmönnum sínum í Brussel hvað Íslendingar ætla að gera. Og þar með talið dagsetninguna. En það vegna þess að þetta mál þess eðlis að þau vita að þau komast ekki áfram með það á réttum forsendum. Þau þurfa að pakka þessu inn í umbúðir sem í þessu tilviki á að heita lýðræðisást og öllum ábendingum, öllum leiðréttingum svarað með spurningunni: treystir ekki þjóðinni? Treystir ekki þjóðinni? Ekki rétt að leyfa þjóðinni að ákveða þetta? En ákveða hvað? Ákveða hvað? Já, eins og þessar erlendu síður benti á, ákveða hvort Ísland eigi að sækja aðild að Evrópusambandinu, halda áfram aðlögun að sambandinu með það að markmið að ganga þar inn. Þetta vita eiginlega allir, nema ríkisstjórn Íslands þykist ekki skilja þetta. En við erum núna lent í átökum framtíð Íslands, fullveldi sjálft, tækifæri okkar til að gera ráðstafanir sem að henta okkar aðstæðum. Þess vegna mun ég í þessari ræðu leggja töluverða áherslu á þessa stöðu. Þótt ég hefði gjarnan viljað ræða eitt og annað og að sjálfsögðu er bagalegt fyrir þann mikla fjölda sem að fara í sveitarstjórnarkosningar núna að athygli sé beint að Evrópusambandinu. En það spurning sem að varðar allt hitt, varðar getu okkar til að taka ákvarðanir sem að henta okkar aðstæðum í öllum málum. Og ef að við, Miðflokkurinn, tökum ekki skýra afstöðu í þessu og verðum í fararbroddi í að takast á við þann blekkingarleik sem að ríkisstjórnin býður upp á, þá getum við allt í einu lent í því, Íslendingar, eins og við höfum séð gerast í svo mörgum málum, að menn einn daginn hugsa með sér: hvernig gat þetta gerst? Af hverju eru allt í einu lent í Evrópusambandinu? Það var ekki talað það var talað einhverjar viðræður og svona. En við höfum séð þetta aftur og aftur og aftur. Að mál það sem að niðurstaðan má vera fyrirséð og við, Miðflokksmenn, höfum ítrekað varað við í slíkum málum, ítrekað því sem að okkur finnst blasa við. Samt hefur það haldið áfram, verið pakkað inn í umbúðir, snúið út úr
keyrt áfram eitt skref í einu, salami-taktíkin, og þegar að niðurstaðan liggur fyrir, þá spyrja menn, hvernig var hægt að klúðra svona? Hvernig gat þetta gerst? En við látum það ekki gerast með Evrópusambandið og fullveldi landsins. Fullveldi er nefnilega ekki bara mikilvægt, það er forsenda þess að okkur vegni vel sem samfélag. Við höfum séð það frá 1918, þegar að fátækasta ríki í Evrópu fékk að ráða sínum málum sjálf. Lítil þjóð í erfiðu harðbýlu landi, ekki nema kringum 100.000 manns, var samt sannfærð það að hún gæti ráðið sér sjálf. Og á þeim tíma voru ekkert sérstaklega mörg sjálfstæð ríki í heiminum yfir höfuð. Þau heyrðu undir hin ýmsu heimsveldi meira og minna. En 100.000 manns á Íslandi voru algjörlega sannfærðir að þeir gætu gert það sem þyrfti til þess að ráða sínum málum sjálfir og að það myndi virka. Það myndi bera árangur. En hvað snýst fullveldi í raun og veru? Það snýst ekki bara yfirráð yfir til dæmis auðlindum og landinu sjálfu. Það er annað sem er dýpra í því og allt hitt byggir á. Fullveldi snýst að það sé til staðar hópur, afmarkaður hópur, þjóð, sem geti tekið ákvarðanir út frá hagsmunum þjóðarinnar og að hægt sé að halda utan þennan hóp. Það séu til staðar landamæri og fulltrúar þess hóps, þjóðarinnar, geti tekið ákvarðanir sem að varða hópinn sjálfan án utanaðkomandi áhrifa. Og þá bætist svo allt hitt þar ofan á, það að eiga auðlindir og land og staðsetningu á hnettinum og svo framvegis. En forsendan er sú að það sé til staðar þjóð og utan hana sé haldið. Menn viti hvað það er, hver fjölskyldan er og geti þá tekið ákvarðanir sem að henta þeim hópi best. En til að fullveldi virki á þá líka lýðræði. Þetta eru nátengd hugtök í mannkynssögunni, lýðræði og fullveldi, og þróuðust að miklu leyti samhliða. Lýðræði byggir á þeirri trú að við raunverulega gerum ráð fyrir því að það sé öllum fyrir bestu að hópurinn, þjóðin, fái að ráða sínum málum sjálf, fái að kjósa og fylgt sé eftir þeirri stefnu sem kosin er. Og þetta kann að hljóma alveg sjálfsagt og þurfum við varla að nefna það í nútímanum. En þetta er nefnilega ekki alveg sjálfsagt. Að trúa því að viska eða mat allra, atkvæðisbara manna í hópnum, sé betur til þess fallinn að stjórna landinu heldur en til dæmis sérfræðingar, kóngar, annars konar valdhafar. Þetta er nefnilega undantekning í mannkynssögunni frekar en reglan. Og við verðum að sýna það að við höfum trú á lýðræðinu, trú á því að það sé okkur fyrir bestu Íslendingum að ráða okkur sjálfir. Frekar en að þiggja leiðsögn frá ókjörnum embættismönnum í Brussel eða annars staðar, sérfræði ráðgjöf einhverra stofnana í Brussel, leiðsögn þeirra, hvoru trúum við í raun og veru? Að erlendir sérfræðingar séu best til þess fallnir að leiða okkur áfram, hafa vit fyrir okkur, eða almenningur á Íslandi, þar með talið fólk sem að menn kannski hafa lítið álit á. En á heildina litið sé betra að við ráðum okkar málum sjálf. Tökum velferðarkerfið sem dæmi, af því að það er nú jafnan nefnt sem eitt hið mikilvægasta fyrir þjóðina að geta komið til móts við þá sem hallar á, rekið öflugt velferðarkerfi. Það má öllum vera ljóst að land sem ræður sínum málum sjálft og býr til verðmæti
er betur í stakk búið til að hjálpa þeim sem hallar á ef að þeir sem að þurfa aðstoðina eru hluti af hópnum. Ef að það eru engin takmörk fyrir því hverjir geta bæst inn í kerfið, komið utan að, eða kerfið þróast með þeim hætti að það verði til dæmis bara hagfelldara að hætta að vinna en að vinna, að þá verði alltaf fleiri og fleiri sem þurfa aðstoðina og færri sem að búa til verðmætin sem þarf til að standa undir henni. Og virkar slíkt fyrirkomulag fyrir þá sem að þurfa raunverulega aðstoðina að halda. Og virkar slíkt fyrirkomulag fyrir þá sem að þurfa að búa til verðmætin til að standa undir aðstoðinni við samborgara sína. Nei. Ef að þessi hlutföll verða of skökk, þá dregur það úr getu samfélagsins til að standa með þeim sem þurfa raunverulega á hjálpin að halda. Þess vegna er svo mikilvægt að haldið sé utan um hópinn og hann sé afmarkaður. Og þessi hópur, þessi þjóð, geti átt í góðu samstarfi við erlend ríki á sínum forsendum, en sé fyrst og fremst að nálgast aðra fyrir hönd hópsins, fyrir hönd hagsmuna þjóðarinnar. Það sem að Íslendingar allir geta á 4 ára fresti hið minnsta tekið ákvörðun hvert landið skuli stefna, en þá þurfa auðvitað stjórnmálamenn líka að fylgja þeirri leiðsögn sem birtist í kosningum, og það er annað vandamál sem mér hefur nú orðið tíðrætt að stjórnkerfið er orðið svo valdamikið að þeir sem eiga í rauninni að fara með völdin, kjósendur, almenningur, hafa oft átt erfitt með að skipta um stefnu af því að það er sama hvaða flokkur var kosinn, að bara haldið áfram með stefnu kerfisins. Þetta þarf að laga, en það lagast ekki með því að kerfið sem ræður sé ekki hér á Íslandi, ókjörnir fulltrúar á Íslandi, heldur ókjörnir fulltrúar í öðrum löndum sem að hvorki þekkja hagsmuni Íslands né setja þá ofarlega á listan hjá sér yfir forgangsatriði. Við þurfum með öðrum orðum að virkja betur lýðræðið hér heima og komast út úr umbúðamennskunni, sem að er hitt stóra atriðið. Þetta eru nefnilega 2 risastóra atriði sem við stöndum frammi fyrir núna. Það er staða fullveldisins, framtíð Íslands. En það er líka spurningin hvort við séum komin það langt af leið í stjórnmálunum, í umbúðamennskunni allri, að það sé hægt að stjórna landinu með blekkingum. Og ég segi þetta algjörlega hreint út, blekkingum, vegna þess að það er það sem verður að beita núna. Þið takið eftir því, eins og ég nefndi áðan, að íslenskur almenningur var nú einn af síðastur til að fá að vita hvað ríkisstjórn Íslands ætlaði sér. Hún síðan staðfesti, það sem við höfum séð annars staðar frá útlöndum. En það er líka áhersla á að við ræðum þetta sem minnst, skoðum sem minnst innihaldið, af því að innihaldið það hentar ekki vegferð ríkisstjórnarinnar. Það var gerð athugasemd við það áður en umræður hófust í þinginu af hálfu bæði forsetis og utanríkisráðherra að það væri eins gott að þingmenn myndi ekki tala of mikið þetta mál. Þá var þið komnir í málþóf gegn þjóðinni. Þegar það er skylda okkar að leita að innihaldinu og segja þjóðinni við hvað við erum raunverulega að eiga. Og hér erum við að eiga við það að ríkisstjórnin ætlar sér sumar að halda þjóðaratkvæðagreiðslu til að fá umboð, fá leyfi til að fara í aðlögun að Evrópusambandinu. Ekki samningaviðræður, aðlögun. Maður hefði haldið að það að Evrópusambandið sjálft og fulltrúar þess árum saman að við reynt að útskýra hvernig þetta virkar, að það myndi hjálpa eitthvað við það að útskýra fyrir íslenskum stjórnmálamönnum hvað það er að sækja aðild að Evrópusambandinu. Ég fæ enn hroll þegar ég hugsa alla þá fundi sem ég átti
ýmist í utanríkismálanefnd, sameiginlegri þingmannanefnd Íslands og Evrópusambandsins og öðrum hópum þegar fyrri umsögnin var lögð fram. Og fulltrúar ESB, þegar þeir heyrðu af því að við værum ekkert endilega sækjum til að ganga inn, heldur svona bara til að sjá hvað væri í boði. Fyrst náttúrulega yfirleitt skildu menn ekkert hvað verið var að meina. En þegar þeir áttuðu sig á því, þá kom iðulega svipur á menn og þeir reyndu að jafna sig áður en þeir fóru að útskýra eins og þeir var að tala við börn hvernig umsókn að Evrópusambandinu virki. Ríki sem sækir aðild að Evrópusambandinu gerir það vegna þess að það ríki vill ganga í Evrópusambandið og umræðurnar snúast eingöngu að umsóknarríkið útskýri hvenær og með hvaða hætti það ætla að uppfylla kröfur Evrópusambandsins. Og allt tal undanþágur. Það hefur verið mjög fátítt að ríki fá undanþágur, en ekkert umsóknarríki hefur fengið undanþágur. Hér áður fyrr þá var stundum löndum sem voru komin í sambandið gefið tækifæri svona til að aðlaga sig og menn kölluðu undanþágur. Ein af frægustu undanþágunum sem enn eru nefnd er sumarbústaðalöggjöfin í Danmörku. Að það megi hafa eftirlit með því hverjir kaupa sumarbústaði í Danmörku. Þetta á ekki við jarðir, landbúnað eða neitt annað, bara sumarbústaði. Þessa undanþágu fengu Danir 1972, en þeir fengu hann ekki frá Evrópusambandinu. Þeir voru ekki að sækja aðild að því, það var ekki til. Þeir voru að sækja aðild að efnahagsbandalagi Evrópu. Og eftir stækkunina stóru, 2004-05, þegar að Mið- og Austur-Evrópulöndin gengu í sambandið, þá var það gefið út að Evrópusambandið veitir ekki lengur undanþágur. Og aðlögunarfrestur er bara í einstaka tilvikum, en undanþágur engar. Og eftir að hafa farið í gegnum þetta ferli allt saman á sínum tíma, það tók nú 3 ár, þangað til að það væri rauninni miðstjórnin sjálf sem að lauk viðræðunum í 2013, að það var ekki hægt að opna kaflana sem að vörðuðu deild mál, það var bara ekki hægt að opna þá, að þá eigi að leika þennan leik aftur og setja þjóðina í átök framtíð sína, fremur en að ríkisstjórnin geri það sem að hún, eða að minnsta kosti forsætisráðherrann, lofuðu fyrir kosningar, að forgangsraða í þágu almennings, ná tökum á verðbólgunni og vöxtunum, ná tökum á efnahagslífinu, og forsætisráðherrann enda útskýrði þetta bara afskaplega vel fyrir kosningar, að það væri óraunhæft að fara í umsókn að Evrópusambandinu nema það væri yfirgnæfandi stuðningur við það meðal þjóðarinnar og þingsins. Talað var 70% og hversu afleitt staða það væri í að fara út í slíkt ef að staðan væri til dæmis 52% með og 48% á móti, sem eru nákvæmlega tölurnar sem komu úr könnuninni hjá Gallup, en vel að merkja ekki könnun hvort menn vildu fara í Evrópusambandið, heldur hvort þeir vildu halda áfram að tala við Evrópusambandið. En við vitum hvernig þetta mun þróast ef þau komast upp með þessa brellu. Þá verður í næsta skrefi farið í aðlögunina, og þetta er mjög mikilvægt atriði. Aðlögun skal hefjast strax samhliða viðræðunum. Það er ekki þannig að menn fá einhvern samning og svo ákveður menn eiga að fallast á þetta eða ekki. Nei, aðlögunin að Evrópusambandinu fer fram samhliða viðræðunum. Af því ekkert ríki sækir aðild að Evrópusambandinu nema ætla þar inn. Og ferlið snýst það að ekki bara útskýra hvernig menn uppfylli kröfurnar, heldur að byrja að laga sig að þeim. En hvað ef að almenningur verður blekktur og hleypir Þorgerði Katrínu og félögum af stað í viðræður við Evrópusambandið? Þá munum við næst heyra af því að þetta gangi svona ljómandi vel og Evrópusambandið örugglega til í að spila með að einhverju leyti, það þráir góðar fréttir af sjálfu sér. Og okkur verður sagt, þetta er að ganga rosalega vel. Og svo verður búið að eyða mörgum milljörðum í þetta, því þetta kostar mikla peninga, þetta kostar milljarða, stjórnkerfið er undirlagt þegar ríkir í aðlögunarferli.
Og þá munum við segja, eins og í öllum stórum mistökum, til að réttlæta þau, já, við erum búin að verja svo mikilli vinnu og tíma í þetta og kostnaði og hérna er verið að bjóða okkur eitthvað sem við munum kalla undan þá, en verður þetta ekki raun og veru, eins og þau gerðu með loftslagsskattana. Og hérna er verið að bjóða okkur þennan frábæra díl og ætlar þjóðin að kasta þessu öllu fyrir glæ, allir þessari vinnu og þessu tækifæri. Og svo koma sögurnar það er saman hversu oft þær eru leiðréttar, vextina og allt þetta, að Evrópusambandið geti bjargað okkur. Nei, slagurinn hefst núna, því að ef menn kjósa að halda áfram í ágúst, þá er verið að velja ferli sem á að leiðin í Evrópusambandið. Og svo mun bara kerfið og fjölmiðlar eftir atvikum spila sinn leik. En við verðum komin á brautina. Við verðum komin á brautin inn og eins og ég svo oft sagt mörg stór mistök, þegar kerfið er komið á einhverja braut, þá er eiginlega saman hvað gerist, það heldur áfram á þeirri braut. Saman hvað kemur í ljós. En hvers vegna, og það er þá kannski spurningin, hvers vegna ættum við að vera utan ESB? Hefur það ekki ýmsa kosti að vera þar inni? Kannski einhverja, en ekki marga. Og við erum með, eins og Jón Baldvin Hannibalsson orðaði kannski á sínum tíma, við erum allt fyrir ekkert. Við erum með EES-samninginn sem að hefur sína galla, skal alveg fallast á það, en hann hefur líka mikla kosti. Við erum með öðrum málum komin alla kostina við samstarf við Evrópusambandslöndin. En nú er lagt til að innleiða gallana líka, ekki bara innleiða þá, heldur gera okkur háð Evrópusambandinu og stjórn þess. Því að ástæðan fyrir því að stjórnarskráin kemur í veg fyrir, eins og hún stendur, að Ísland gangi í Evrópusambandið er fyrst og fremst svo að aðildarlöndunum ber að taka við löggjöf frá Evrópusambandinu. Þá er ekkert innleiðingarferli. Ríkjunum ber að gefa frá sér fullveldi að því marki að Evrópusambandið geti sett ríkjunum lög. Og erum við tilbúin í það með hvernig til hefur tekist. Við sáum nú í síðustu aðlögunarviðræðum að þá var innleitt alls konar dellumál sem er að koma í kollinn á okkur núna, en þá eins og þetta ETS verið að rukka íslensk fyrirtæki og þar með almenning fleiri milljarða, setja jafnvel flugfélög í rekstrarhættu vegna löggjafar sem hentar ekki okkur, hentar ekki Íslandi. Á sama tíma frá því að fyrri umsóknin var send og fram að því að þessi undarlega tillaga er lögð fram núna, hefur fullveldið sannað gildi sitt svo munar fyrir Ísland. Án fullveldisins í þeim skilningi án þess að vera laus við að vera í Evrópusambandinu, þá hefðum við ekki geta rönd við reist í Icesave-slagnum. Við hefðum ekki geta tekist á við vogunarsjóðina og snúið við íslensku efnahagslífi hraðar og betur heldur en nokkurt ríki hefur náð, að minnsta kosti í seinni tíma sögu. Við gátum það vegna þess að við höfum fullveldisréttinn. Réttinn til að verja okkar þjóð, okkar hagsmuni á okkar forsendum. Það voru gerðar tilraunir meðal annars af hálfu sendiherra Evrópusambandsríkja til að hitta forsætisráðherrann á þeim tíma og segja mér að þetta gengi gegn Evrópureglum og við getum þetta ekki. Og ég svaraði því iðulega, við erum fullvalda ríki og það sem við getum gert er að setja lög. Og þau lög byggjum við bara á okkar hagsmunum, ekki ykkar kenningum. Og þið getið ekkert gert í því ef við setjum lög sem að henta okkur en ykkur ekki. Þetta gátum við á þeim tíma og munum vonandi geta enn. Því að það er svo margt tækifærið sem er vannýtt, svo margt sem við gætum verið að gera núna, allt öðruvísi og miklu betur ef við bara leyfðum heilbrigðri skynsemi að komast að. En við sitjum með ríkisstjórn sem að lofaði ýmsu fyrir kosningar,
hefur svikið það meira og minna allt saman, búið að setja efnahagslífið, vexti og verðbólgu í verri stöðu en þegar hún tók við, hækkar skatta linnulaust, hækkar gjöld ríkisins, ýtir undir verðbólgu, skýtur startbyssunni við áramót og setur verðbólguskriðuna af stað, eins og við sjáum í mælingum, og nú ætlar Seðlabankinn að funda í næstu viku og menn ekki að velta fyrir sig hvort hann lækki vexti. Hann hafa áhyggjur af því hvort hann hækka þá vegna þeirra aðgerða og aðgerðaleysis sem að frá þessari ríkisstjórn hefur komið. Og þá hentar kannski öllum að dreifa athyglinni, öllum innan ríkisstjórnarinnar. Það var búið að vera mikill vandræðagangur þar innanhús, átök. Hver vildi sitt, og það var farið í hrossakaup. Og hvað vill Viðreisn, til að fallast á annað, hvað vill Viðreisn? Hún vill bara eitt. Flokkurinn var bara stofnaður eitt, að koma Íslandi inn í Evrópusambandið. Og þá kemur þessi hugmynd. Hvað með bara að beina athyglinni eitthvað annað, beina frá vandræðum okkar og láta umræðuna snúast Evrópusambandið. Og það var gert og það tókst. Við verðum að muna að gleyma ekki öllu hinu í leiðinni, en leið getum við ekki litið fram hjá þessari baráttu og mikilvægi hennar. Því það verður ekkert aftur snúið ef að ríkisstjórnin tekst að plata okkur í næsta skref. Íslendingar hafa löngum verið í eðli sínu skynsamir, held ég með að segja, og þeir hafa verið stoltir af landinu sínu og þjóðinni. En þó hafa verið hópar í gegnum tíðina, og það er ekkert nýtilkomið, sem að gefa tiltölulega lítið fyrir slíkt og hafa nálgast málin út frá þeim ímyndarstjórnmálum sem eru svo skaðleg, eins og ég rakti hérna. Meira að segja á fyrrihluta 20. aldar mátti sjá þessa tilraun til að líta fram hjá raunveruleikanum. Halldór Laxness, frábært skáld, hann reyndar ekki kenndur, að mér skilist, lengur nema í einstaka skólum, af því að það er orðið of erfitt fyrir nemendur að lesa Halldór Laxness, og nú áminningu mikilvægi þess að taka hér á menntakerfinu. Það mun ekki leysast með eingöngu í Evrópusambandið. En Halldór Laxness var magnað skáld, rithöfundur, og fékk verðlaun út af það, lítið staðfestingar. En hann var afleiddur í stjórnmálum. Og þetta gerist stundum, einhverra hluta vegna. Hvort að það að rithöfundar séu alltaf að búa til einhvern heim, að það hjálpi þeim þá að lifa til hliðar við raunveruleikann. En Halldór Laxness fór til Sovétríkjanna 1932 þegar að morðæði Stalín stóð sem hæst og verið var að svelta Úkraínumenn nánast til að útrýma þeim. En hann kom heim og skrifaði bók, ferðasögu, dásemdir Sovétríkjanna og hvernig krafturinn þar og framleiðslan verið að ræsa vélarnar, ræsa traktorana. Þetta væri nú eitthvað annað heldur en atvinnuleysið og vonleysið allt saman á Vesturlöndum. Svo fór hann aftur þegar að Stalín ætlaði að klára málið allt saman með réttarhöldum sínum yfir, sýndarréttarhöldum sínum yfir óvinum, og Halldór skrifaði aðra bók, Gerska ævintýrið, svo fyrr hét í Austurvegi, seinni hét Gerska ævintýrið. Það sem að hann rakti það hversu dásamlegt það væri að sjá að þarna væri verið að taka á mönnum sem að væru hættulegir samfélaginu með rangar skoðanir, og myndi á að eina vörnin gegn fasisma væri ráðstjórnarríkin, Sovétríkin. Ef menn styddi ekki Sovétríkin þá væru þeir í rauninni fasistar. Og í Sovétríkjunum væri allt verið að útskýra fyrir fólki hvað væri rétt að segja. Nú var þetta kallað námskeið í hatursorðræðu. En þetta fannst honum dásamlegt, að útskýrt væri fyrir almenningi þannig hvernig bara að hugsa og tjá sig. Og enn skýtur þetta úr kollinum.
En það er ekki ástæðan fyrir því að ég er að rifja þetta upp. Ástæðan er sú að á milli þessara bóka skrifaði Halldór líklega frægustu bók sína, Sjálfstætt fólk. Sjálfstætt fólk, eins og flestir væntanlega vita, fjallar fátækan mann, Guðbjart Jónsson, sem að vinnur fyrir sér, erfiðisvinnu og sem smali og eitt og annað, til að skrapa saman peningum til að eignast eitthvað, til að eignast sinn eigin bæ, sína eigin jörð, vera sjálfstæður. Og honum tekst það, kaupir hrörlega jörð sem hafði verið yfirgefin vegna reimleika en hann trúði ekki á slíkar grillur og hann eignast sitt eigið land, sína eigin jörð, verður að eigin mati sjálfstæður og breytir nafninu úr veturhúsum í sumarhús, af því hann var bjartsýnn maður. En svo lýsir þetta bókin fyrst og fremst þeim hörmungum sem að ganga yfir þennan mann við það að vilja vera sjálfstæður og eiga sína eigin jörð. Þetta er tóm eymd, en samt heldur hann bara áfram af þrjóskunni einni af því að hann vill ráða sig sjálfur, hann vill vera sjálfstæður. Þessi bók var skrifuð til að gera grín að Íslendingum, heimóttaskap þeirra eins og skáldið leit á það. Þess að þrá eftir því að ráða sig sjálfir þegar það væri miklu betra að taka þátt með öðrum og deila fullveldinu, eins og menn orða það núna. Þarna var þessi maður bjartur í sumarhúsum, dreginn sundur og saman í háði vegna þessarar sjálfstæðisþrár hans til að vara Íslendinga við. Og Íslendingar lásu bókina og líkaði vel. Þeir hugsuðu, þessi bjartur, þetta er okkar maður. Við skulum ekki vanmeta sjálfstæðis- og frelsisþrá Íslendinga. En við höfum líka séð í millitíðinni að það að nýta sjálfstæðið og frelsið er ekki til þess fallið að leiða yfir okkur vosbúð og hörmungar. Þvert á móti, fullveldið geta okkar til að ráða okkar málum sjálf hefur skapað hér stórkostlegt samfélag og búið til tækifæri sem að nú bara bíða vannýtt. Þessi tækifæri munum við í Miðflokknum nýta þegar við fáum kosningu til, en það mun þurfa kosningu til. Skoðanakannanir duga ekki einar og sér, þá bara halda hlutinir áfram eins og þeir hafa verið ef menn skila ekki atkvæðanum í kjörkassan. Og það er núna næst á dagskrá í sveitarstjórnum landsins að skipta þar víða stjórn, fá heilbrigða skynsemi aftur inn í sveitarstjórnarmálin, nýta tækifærin sem að bíða okkar og við munum svo sannarlega draga fram og útskýra núna í framhaldinu. Því að nú hefst baráttan. Nú hefst baráttan framtíðina og við ætlum að fara bjartsýn inn í þá baráttu en leið gera okkur grein fyrir mikilvægi hennar. Í gær fór fram útför Davíðs Oddssonar og að lokum var leikið lagið Ísland er land þitt. Lag sem er okkur öllum örugglega mjög kært og í því er setning sem segir Ísland í vonanna birtu þú sérð. Og þegar ég hélt fyrst flokksþing eftir að hafa verið kjörinn formaður í flokki, þá ákvað ég að kjörorð þingsins skyldi vera Ísland í vonanna birtu. Þetta var 2011, Ísland í vonanna birtu og merki þingsins var rísandi sól í íslensku fánalitunum. Þetta taldi ég fullt tilefni til að gera á þeim tíma, því þá var ekki verið að nýta tækifærin
þá sátum við upp með ríkisstjórn sem sá fyrst og fremst tækifæri í því að koma landinu inn í Evrópusambandið og vanrækti allt annað á meðan og helst mátti ekkert ganga upp af því það geti hindrað vegferðina í átt að Evrópusambandinu. En þetta þing var haldið og þetta merki sem að var af sumum fordæmt. Og það var gagnrýnt að íslenski fáninn hefði verið of áberandi og margir íslenskir fánar á sviðinu. Og einn af sérfræðingunum sem enn er kallaður til, það virðist nú vera reglan hjá mörgum fjölmiðlum að þeim mun oftar sem að menn hafa rangt fyrir sér, þeim mun oftar eru kallaðir til að greina stöðuna og ef einhver hefur einhvern tíma rétt fyrir sér þá er lokað á hann. En þessi útskýrði það sko að þessi rísandi sól með fána litunum væri klassískt fasískt tákn. Það var nú ekki betur að sinn en svo að rísandi sól hefur verið tákn til dæmis ungmennahreyfingana og reyndar, ef menn vilja fara til pólitíkina frekar vinstri sinnaðra flokka en hitt. En þarna skipti raunveruleikinn engu máli. Það var bara talið mikilvægt að koma höggi á þá sem að væri að tala fyrir fullveldi þjóðarinnar og það uppnefnt. Þetta er ekkert nýtt hins vegar frá mönnum af þessum jaðri stjórnmálanna. Berlínarmúrinn var af stjórnvöldum í Austur-Þýskalandi iðulega kallaður andfasíski veggurinn. Til að vernda fólkið fyrir fasismann. En svona gera þeir þetta. Þeir líta fram hjá veruleikanum, þeir lifa í eigin heimi og búa til frasa, dellukennda frasa og endurtaka þá í trausti þess að það verið komist fram hjá raunveruleikanum. Og nú stöndum við Miðflokksmenn frammi fyrir því að við erum orðnir umdeildir. Og það birtist í alls konar furðufréttum og greiningum sem eru algjörlega úr tengslum við raunveruleikann og jafnvel persónulegum málasum. Og ég verð að segja alveg eins og og ég ætti ekki að viðurkenna það, ég elska þetta. Vegna þess að þetta er áminning það hverjir skipta máli, hverjir eru ógnin við óbreytt ástand. Og þegar menn bregðast við því sem að þeir líta á sem ógn, með þeim hætti sem að við sjáum nú byrja að birtast aftur, þá er það vegna þess að þeir hafi ekki rök. Þeir geta ekki sannfært fylgismenn sína eða aðra að við höfum rangt fyrir okkur. Þeir óttast sannleikann og þess vegna ganga þeir fram með þessum hætti. Og við skulum muna njóta þess að fá þessar reglulegu áminningar það hverjir skipta máli og hverjir hafa sannleikann með sér í för. Og sannleikurinn er sá að stóra baráttan er hafin. Hún hefst í rauninni kannski má segja núna hjá okkur. Baráttan fyrir fullveldi landsins og lýðræðinu. Baráttan fyrir heilbrigðri skynsemi í stjórnmálunum. Baráttan fyrir nýtingu tækifæra á okkar forsendum því að við sjáum Ísland í vonanna birtu. En til þess að vonirnar verða veruleika, þá verðum við að berjast. Við verðum að berjast fyrir því. Og það munum við gera og hafa gaman af. Baráttan Ísland hefst núna.